Forsætisráðherra segist bera traust til formanns efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis. Hann hafi staðið sig mjög vel. Formaðurinn sé óhefðbundinn stjórnmálamaður sem hugsi upphátt í viðtölum. Frosti Sigurjónsson, þingmaður Framsóknarflokksins og formaður efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis, varð margsaga tilurð 50 milljarða króna frískuldamarks á fjármálafyrirtæki, en sagði á endanum að hugmyndin hefði verið komin frá honum og meirihluta nefndarinnar. Niðurstaðan svo að sparisjóðir og aðrar minni fjármálastofnanir greiða ekki skattinn og MP banki greiðir hátt í 40 milljónum krónum minna en upphaflega var gert ráð fyrir í frumvarpinu. En hvað finnst forsætisráðherra framgöngu Frosta í málinu? Frost kannski óhefðbundinn stjórnmálamaður að því leyti að hann leyfir sér að hugsa upphátt í viðtölum og mjög hreinskilinn í því sem hann segir iðulega. Nú kemur þetta út eins og hann hafi sagt ósatt. Ég veit ekki hvernig þetta kemur út. Ég útskýrir það að hann hugsar þarna upphátt og útskýrir það að talan hafi orðið til í samskiptum nefndarinnar og ráðuneytisins og ekki hvað síst í samskiptum innan nefndarinnar, enda kemur það fram í sérstökum yfirlýsingum minnihlutans, minnihluta áliti, þar með talið formanns Samfylkingarinnar, að þessi tala sé góð, mikilvæg, nauðsynleg. Og svo þessi maður í fjölmiðla og heimtar svör við því af hverju hann hafi verið þessar skoðunar. Berðu traust til Frosta? Sjálfsögðu ber ég traust til hans og annarra þingmannaflokksins sem að hafa staðið sig mjög vel. Þið finnst ekki ástæð til þess að hann víki sem formaður þessara nefndar? Mér finnst miklu frekar ástæð til þess að formaður stjórnarandstöðuflokkana víki, fyrst að þeir fara í fjölmiðla og heimta svör við því hversuna þeir gera hlutina sem þeir gera.